ekki lykillinn að góða viðtali að vera að byrja að tala við fólki áður en viðtalið sjálft? Ég veit ekki, ég bara nýbyrjað. Já, ég myndi halda það satt, sko, það ef það ekki þannig, að bara mæta og bara heyrðu, já, ok, og síðan tala, þá myndi ég halda að það væri eitthvað svona aðeins meira tension held ég á milli eða eitthvað, ég veit það ekki. Sko fyrir mitt leyti, ég náttúrulega ekki lærður ykkur fjölmiðlamaður en svoleiðis. Það sem ég gaman að tala við fólk, ég gaman að kynnast fólki. Og þegar ég byrjaði með þetta podcast, bíómyndapodcast, það svona mín ástriða, bíómyndir. En það var líka svona, ég stundum að nota það sem smá svindl. Að ég kannski plana að hitta eitthvað fólk, sem ég kannski hitta eitthvað brjálaðar kvikmyndaðdómdur, en mér langar bara að hitta það. Þannig ég fæði því spjall, og það bara reynst mjög vel. Það er heppnast þokkarlega. En stundum er ég með þessum með þessar Sölvi kom. Eitthvað svona áskorun eða eitthvað. En það er ekki alltaf. Nei, einmitt. Eins og með ykkur, eins ég vissi að ég ætla að tala við ykkur, er bókin sem voru að gefa út. Sem kom út núna í nóvember. Það er ekki rétt. Það er rétt. Þið skrifað hana. Heitir Landverðirnir. Einmitt. Atlas og Avion. Atlas og Avion. Þetta er Atlas og ég er Avion. Já, ég vissi það nefnilega. Að því einn heitir Dagur Atlas í bókinni. Einmitt. Ég var nefnilega að leita nafninu þínu. Já, það kemur bara örugglega í framhaldinu. Það kemur seinna, sko. Já, við erum alveg búin að plana það, sko. Við erum alveg búin að hugsa frekar stórt, myndi ég segja. Já, ég nefnilega, þegar ég skoða þessa bók og las hana, ég er svo búin að lesa hana, ég lofa því. Ok, geggjað. Vel gert. Og bara geggjað teikningar á honum Fannari. Já, magnaður. Ég var bara svolítið impressed af þessu dæmi. Já, takk fyrir það. Og þið komum með hérna bók, sérstu gjöf til mín. Heldur betur. Og ég ætla svona að setja hann upp fyrir svona kameruna. Það var svona teiknarinn, hann Fannar, teiknaði mynd af mér. Ég fór næstu bara að gráta því sá þetta. Þetta er geggjað. Hann er magnaður þessi drengur, eða drengur, hann er 5 ára eldri en við. Hann er svo hæfileikaríkur og það er svo mikil guðskjöf að finna þennan mann og fá hann til þess að teikna fyrir okkur út af að við erum búin að tala um það. Ég veit ekki hversu oft við höfum sagt það í gennum ferli síðasta árið. Og þetta var alltaf þannig að Fannar, og hann er í fullri vinnu með þessu, að hann fór var að teikna í heila viku, fór síðan í vinnu í heila viku og bara 12 tíma vinnutörn í 7 daga og síðan, þetta var svona allt árið. Klikkun. Og hann skilaði alltaf okkur svona 2 í mánuði eitthvað, bara teikningar. Bara update. Og við vorum búin að bara fara í gegnum alla bókina bara hver og einn blaðsíða ætti að vera. Já, og við vorum í rauninni búinir að sketsa myndirnar upp bara, en ef við erum ekkert góður að teikna. Já, bara svona grófar myndir. Já, og sko, hver einasta mynd, ég held að ég sé ekki íkja, þegar ég sé einasta mynd, það er eins og hafi verið tekið úr hausnum á okkur og sett á blað. Þetta var ótrúlegt. Við vorum alltaf bara undrokkaði hversu góður þessi gæi er. Eins og þú varst að fara að tárast á það. Við bara táruðist næst í bara 2 í mánuði. Varst að grænjandi. Já, nákvæmlega. Þetta er bara eitt besti teiknari örugglega landsins. En hvar fundu það? Fyndin saga. Það er mjög fyndin saga. Við byrjuðum að hugsa út í þetta, ágúst 2019, kom Úlfar heim til mér með PowerPoint-kynningu. Já, þá var ég komið með kynningu til því. Og við fórum bara strax að brainstorma. Ég er dálítið þannig að þegar ég fæ einhverju hugmynd, þá er erfitt með að bara hætta að hugsa hana, þannig að ég kom bara daginn eftir bara, ok Úlfar, við getum sko gert þetta og þetta. Og við byrjum að skrifa og ég byrjaði að skrifa mikið og Úlfar líka. Og við fórum svona að hugsa, ok, þetta var teiknumyndasaga, við þurfum eitthvað til þess að teiknumyndirnar. Og þá ándjóks, bara daginn eftir, þetta var svona föstudagur eða eitthvað, og daginn eftir ég bý nála á Smáralind, þá ákvaði ég að labba yfir í Smáralind og bara verið hljótum að finna eitthvað. Fyrsta bókin sem ég teku upp í Eymundsson er bókin Genulate sem að Fannar teiknaði. Og ég skoðaði myndirnar og ég hugsaði bara, ég sendi strax á Óla, ég er búin að finna gæðan. Ég er búin að finna gæðan sem þarf að vera með okkur í landvörunum. Og það var Fannar. Og var ekkert mál að samfélagunum taka þátt í þessu? Nei, þannig sé ekki. Við bara heyrum eiginlega strax í honum og við hittumst í Firðinum, kaffihúsinu þar og bara kynnumst honum og bara pitchum fyrir honum hugmyndina. Bara við erum byrjar að skrifa söguna. Við erum búnir að panta búninga líku við, sko. Við erum bara komnið það langt í hausnum á okkur. Bara ert ekki til í þetta. Við bara samfæluðum það að við myndum bara hjálpa honum að verða stór sem teiknari með því að samfæluðum það að landverðinni verða sjálfur bara stórt einn daginn. En hvað hefði þið gert ef hann var eitthvað asni? Já. Það hefði verið skemmtilegt, sko. Og það ég var einhvern veginn bara ákveðið í haustum, þetta er gæðin sem við þurfum. Hann er einmitt með stílinn og það hann er svo góður í einmitt svona
comic stíl. Það eru til mjög margir alveg á Íslandi, mjög góðir teiknarar, en hann með einmitt stílinn sem við vorum að leitast eftir. Þannig að það hefði verið mikil skellur. En þó hann hefur rasnið, þá hefði samt ekki hann bara, þú ert svo góð teiknar. Já, hann líka bara ótrúlega nice guy. Hann virkar þannig að ég talaði aðeins við hann á Instagram. Já. Ég gaf hann smá svona shoutout. Ice Comics á Instagram. Já, gott shoutout. Endilega, fylgjum hann á Instagram. Bóra myndana, fylgjum hann á Instagram. Og hann virkar mjög fín. Virkar mjög hóvaður og svona almennilegu gæi. Og ég bara sá það í gegnum nokkur bara svona textaskilum. Já. Við fundum það held ég bara snemma í ferlinu að þessi samvinna var að ganga vel. Ég í 100% starfi, rúmlega það, Dagur líka, Fannar líka. En einhvern veginn tókst okkur að vinna þetta rosalega vel saman, sem er alltaf bara frábært. Voru að gera þetta alveg á kvöldin, helgar? Þetta var einhvern bara, maður kom heim og vinnu og fór og vinna þessu, bara það til maður fór að sofa og síðan líka helgar. Þá var maður einhvern bara að vinna í þessu og fann hann alltaf bara, okkar vinna, hvað var það bókinu, hún kláraðist alltaf, við lögðum loka höndinu á sjálfa bókinu og söguna svona í mars eða eitthvað. Jú, það var eitthvað í mars. Þannig aðalvinnan, hvað var það bókina, var bara á Fannari frá febrúar að október. Þá var þetta bara eins og ég sagði við hann, bara hann vann í viku, 12 tíma vaktir og síðan var hann bara að vinna 12 tíma meiri vaktir að þessari bók. Þetta er alltaf gríðarlega vinna. Ég held að margir vannmeti hvað þetta er mikil vinna. Já, þetta var svakalega. Ótrúlegt sko. Ég held líka við höfum vannmetið í byrjun, af því að við settum bara, frábært að fá þetta fyrir jól. Hann auðvitað að teikna sjálfur fyrir sig og þess áttar, þannig að ég held hann að vera að finna fyrir mikilli pressu, sérstaklega svona í sumar, þegar hann sagði við okkur, og svo eftir að lita, þá sem við getum bara að lita þetta, hann sagði, nei, þið getum ekkert bara að lita þetta, það er ekkert bara að lita þetta. Það er ekki hver sem er sem stendur inn í það. Nákvæmlega. En fyrir þá sem að hlusta, og sjá okkur ekki hérna haldandi á bókinu og svona, hvað er þessi bók? Sko, Landverðirnir hún góða lýsingin er bara svo, og það er smá forsa í bókinni, svona upprunalega landvarðateymi sem á rætur er ekki til landnámsaldar. En ef við einbyttum okkur bara að söguþræðinum í þessari bók, þá er það bara sagan byrjar á Adam Atlasi, sem er bara venjulegu menntaskóla unglingur, en hann á sitt svona leynilíf sem hann er líka ofurhetja. Og hann hefur verið að berjast við glæpamenn og hjálpa fólki og dýrum með sínum vassofurkröftum í einhver tíma. En hans svona dagstæðlegi veruleiki breytist þó nokkuð einn daginn þegar hann þarf að mæta illmenni úr fortíðinni sem heitir Asar. Og eftir þann bardaga þá þeir berjast svona frekar nett atriði í bókinni. Spoiler alert. Þá lærir Atlas smá svona sjokkirandi hluti úr fortíðinni og í kjölfarið þá kynnist hann Avion og saman þurfa þeir að berjast gegn Asari og hans hamfarateymi. Þetta er svona bara ofurdu saga, svona ættu við eitthvað Avengers dæmi. Hvaðan kom þessu hugmynd? Komst þú með hana fyrst? Já, upprunalega þá kemur þetta eiginlega frá mér. Við erum alltaf sjálfir að reyna að búa til eitthvað. Við með þess að tókum við podcast átt, við gáum hann aldrei út, þá vorum við að tala um Harry Potter, vorum að gefa þeim enganir. Áttu að vera Harry Potter podcast? Nei, við ætlum bara að gefa hinum á þessum hlutum enganir. Ætlar að segja nafnið á podcast? Raidmates. Raidmates? Var það á ensku? Nei, þetta átti bara... Já, þannig vorum við að gefa hverju einnastu Harry Potter mynd einhvern og ræða myndirnar. Mjög skemmtilegt. En við einhvern veginn höfum aldrei fundið okkar. Þannig að maður er alltaf með það í hausnum þegar maður er að brainstorma. Svo var ég að horfa á Tom Holland og Jake Gyllenhaal fara sem Spiderman og Mysterio upp á barnaspítala. Og þá dettur mér svona í hug, hvað væri gaman af geta verið svona ofurhetja, en ég er engin fótboltamaður, ég er engin hetja fyrir börnum, en af hverju er ekki til þessar íslensku ofurhetjur? Væri það ekki skemmtilegt? Man alltaf þekkir íþróttálfurinn og þess áttar. Þannig að það kom þetta bara svona. Var þá alltaf planið að gera teiknum þetta sögur fyrir einhvern bók? Nei, ekkert endilega. Þetta svona, eins og segi, ég bjóð til svona smá PowerPoint-kynningu og ég fór bara rakleiðist til dags að ég vissi að hann tæki vel í þetta, örugglega mest ofurhetju nörd Íslands og hann greip boltan strax eins og hann sagði sjálfur og eina hugmyndi sem ég hafði var bara að reyna að tengja þetta við svona þessi frumefni, vatn og eldur og ís og þetta, leika okkur aðeins með það, svo bara fórum við að stað. En þannig þegar þú talaði við Dag um þetta, varst þú þá að segja við hann til teiknum það?
þá rauninni var bara pælingin búum til ofurhetjur. Það var aldrei strax, það komið náttúrulega bara hugmyndir, bók, teiknumyndasaga, eitthvað. Bíómynd. Nei, menn akkur ekki, við erum búin að hugsa þetta eins og segja, alla leið, sko. Ég er ekki mikið fyrir að vera í sviðsljósi, svo var ég allt í nú mættur í ofurhetjubúning. Og planið í byrjun var að enginn myndi vita hverju við værum. Ég held að fyrsta myndin sem birtist á okkur í búningum og netinu, ég held að liði 5 mínútur þar til ég fekk skilabóð, er þetta þú að Dagur? Þá var þetta bara við heima í stofu hjá mömmu minn og pappa eitthvað, í einhverjum búningum, í einhverjum pósum, í einhverjum búningum. Þannig að þá var ég strax bara, hvernig allar þetta eiginlega að fara? En nú fóruð þið ekki í þessum búningum, upp barnaspítala. Hvernig gekk það? Sko, eins og ég veit ekki hvort þú búin að koma inn á þetta ferli, þessi bók, þetta allt fyrir barnaspítalann. Þetta hugsað, það var líka inn á uppröfnu hugsunum hjá Ólafari, út af að hann sá þetta með Mysterio og Spiderman, að gera þetta fyrir barnaspítalann og til þess að við getum komið inn á barnaspítalann sem ofurhutirnar, glattbörnin og styrt barnaspítalann með sölu á þessari bók sem við erum með þetta að gera. En út af COVID, þá höfum við ekki fengið að fara inn á sjálfan barnaspítalann. Sem okkur langar svo mikið til þess að gera. Já, mjög mikið. En við erum búin að fara í 2 heimsóknir. Eina sem að við fórum fyrir utan og vorum að vinka krökkum og það voru einhverju krakkar í glugganum, bara í garðinum fyrir utan og fórum síðan og réttum starfsplani, bara svona bóli, bara með Atlasi og Avion. Og síðan erum við líka búin að gefa þeim nokkur eintök af bókinni. En fyrir jól þá viljum við svo mikið, það hæpið að við fáum að fara þangað inn í alveg heimsókn. En við ætlum klálega að gera eitthvað, þó það væri ekki bara fyrir utan að gera eitthvað jólalegt og skemmtilegt. Planið allavega að fara allavega eins og niður ekki 2 fyrir utan, reyna að gera eitthvað skemmtilegt. Hringi Magnús Geving og láta hann kenna okkur að standa á höndum með eitthvað. En eins og þú sagðir henni að þú hefði fengið þessu hugmynd, þú sást Tom Holland og Gyllenhaal, Mysterio og Spiderman. Þannig að það var alltaf partur af þessu. Algjörlega. Að fara á barnaspítala og gefa af ykkur. Já, eins og ég segi, við erum báðir í vinnum, þannig að þetta var aldrei, fyrsta hugsunum var aldrei, hei, búin til fyrirtæki kringum þetta og förum að græða pening. Þetta var bara, hei, þetta áhugamál hjá okkur. Og við vildum líka, það var mjög snemma ferlinu, það sem að við erum alveg á því að það gætu mjög margir bara búið til ofurhetjur og gefið út bók og bara reynda að selja þess mikið af henni. En við vildum gera aðeins meiri það, við vildum þetta væri jú bók og ofurhetjubók, en við vildum vera með einhver sérstök skilaboð með þessu. Og ég meina, ef við hugsum ofurhetjur, hvað það sem ofurhetjur gera? Það hjálpa, það vilja að fólki líði vel. Og það bara, þeir gera góðverk. Og þess vegna bara skilaboðið með þessu, bara að gera góðverk, gera öðrum gott. Og það bara það sem við erum að reyna að hvetja og það boðskapurinn með þessari bók, bara gera öðrum gott, því það það besta sem við gerum. Þetta bara borgar líka bara helling, þetta ógeðslega gefandi fyrir okkur og bara eins og við eigum núna eina vinkonu inn á barnaspítalunum sem eitthvað 15 ára og hún búin að vera inni meir en ár. Það komið árheldi á morgun eða eitthvað svoleiðis og við erum búin að vera að tala við hana og sko, hún er mjög opin á Instagram, hún er alveg með 1500 fylgjendur eitthvað svo. Við rákumst einmitt á hana þar. Við erum búin að vera að spjalla við hana og segja henni frá bókinni og sko, hún er svo jákvæð. Þetta er ótrúlegt. Finnst þetta spennandi? Henni finnst þetta, hún er búin að lesa bókina og hún mældi allavega hana með. Og sko, hugafærið hennar og jákvæðin hennar, þetta er bara svona, þetta er ástæðan af hvað við erum að gera þetta. Þú veist, krakkarnir þarna, þeir eru alvöru ofurhetjur og við erum búin að svo kynnast í síðustu vikur eftir að við kynntumst þessari stelpu, hún er aðeins búin að fylgjast með hann á Instagram. Hún setur í story af sínum dagstæðilega degi, þetta er bara magna hvað hún þarf að fara í gegnum á hverjum degi og bara, sýnir bara hversu ótrúlega sterk hún er og hversu sterkir krakkarnir eru á barnaspítalanum. Hún heitir Sara Natalia, þannig að bara annað shoutout, bara mælum að fylgjast með henni, þetta er rosalega svona flott stelpa. Þetta er nefnilega, þegar ég sá þetta á Facebook. Þetta Eva Rúsa var eitthvað búin að, hún kom nú tíminu daginn. Þáttur henni kemur út núna á föstudaginn og mjög skemmtilega hress. Ég sá hana því ég byrjaði að fylgja henni þegar hún kom. Þá sá ég hann eitthvað að tala um þetta. Og svo sá ég Facebook ykkur auðlýsingu. Þá var hann að 2 gaurar, þið, eitthvað, gera eitthvað svona, eitthvað ofurhetju tricks. Ég bara, hvað görur þetta? Hvaða nöttar eru þetta? Nei, ég hugsaði það ekki. Það var svo margir hugsaði held ég. Og svo fyrir að lesa mig til þetta. Og þá vil læsa þetta, barnaspítalinn og allt þetta. Og ég hugsaði mér, fuck it, ég prófaði að tala um þessu hverja, mér langar að hitta það.
og heyra bara svona söguna og ferla á bakvið þetta. En þannig þegar þið byrjið, þið eru þú búin PowerPoint sjóið þitt, búin að samfara hann, búin að finna fannar, og hvað? Hvað svo? Þá kemur að því að bara hvernig ætlum við að láta búa til búningana. Það var bara kringum jólin cirka. Ég fór að kíkja bara og fór að leita af einhverstaðar sem geti búið til búninga fyrir okkur. Ég fór í svo mikla rannsóknarvinnu bara. Við meira þess að fórum upp í Nexus og rættum við það. Já, við gerðum það, alveg rétt. Eru þeirra samt að búið til búninga sjálfur? Nei, þeir bara selja eitthvað voru bara svona að benda í hinn og þessa átt, sko. Já, ok. En ég sendi á svo margar síður bara hey, can you do a cosplay? Can you do cosplay for us for original suits from our comic book? Og þau voru öll bara munið að vera selt í mörgum eintökum eða það vildi enginn gera bara einhvern búning. Það dýrt. Það dýrt, sko. Þar til ég fann einn gæja sem heitir Vasif og hann frá Pakistan. Og hann bara var meirinn til í þetta. Býr hann hér, eða? Nei, hann býr í Pakistan. Þið framleiddið þar? Já. Ok. Og hann læknir í Pakistan sem gerir svona búninga í frítíma sinni. Upp og djóki bara? Já, og bara í góðum business með það líka, sko. Já. Og þetta er úr okkur svona fröðu? Já, er þetta ekki e-foam? E-foam, það ekki? Ég held það. Er það þægilegt? Þetta er ekki þægilegt. Ég sérst held núna eitthvað svona grímu. Já. Það sem ég að hlusta. Þetta er allt í lagi samt, sko. Já. Eina vesen bara hvað eru lengi í búningana sjálfa. Af því að þetta er í svona pörtum. Já. Þú setur á sköflungin hægra megin og svo vinstra megin og svo það hægra lærið og vinstra lærið og við erum að hjálpa stað að fara í þetta. Já. Þið er ekkert með svo Tony Stark. Það er svona þess að einn daginn. Og hver í rauninni, þegar þið gerðu þessa búninga, er það alveg eins það? Já, svona... Það eru svipaðir. Já, það er náttúrulega litunir, en ég held að eini munurinn sé að... Formið sjálft? Þetta er mismunandi á hjálmunum, en annars er formið allt eins, sko. Og sendi hann einhverja teikningar? Já, þetta var alveg langt. Við vorum svona eiginlega búin að samþykja að hann myndi gera þetta í desember eða eitthvað, en ég held að ég byrjaði alveg fyrir í febrúar eða eitthvað og fengur búningarna sín í apríl. En það var alveg á tímabili það sem ég held að þetta var ekkert að fara að koma, sko. Og aðalega náttúrulega út á COVID. Og voruð þið stressaðir með það? Já. Og þetta var alveg stórt. Aðalega dagur, örgulega. Ég maður bara þegar fórum upp á DHL að sækja þess að pakka saman. Já. Líka því að vissu þau eitthvað hvernig þetta kemur út? Var hann búin að senda ykkur myndir eða eitthvað? Hann var búin að senda myndir og hann var búin að klæða sig í þetta og hann er algjör svona cosplay-kall, sko. Ok. Hann er mjög stoltur af þessu. Hann er með þess að í Fossíu-myndinni sinni, hann er búin að búið til Batman og Bane og Thanos og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er samt, hann er klæddur þessum búning þegar hann er að auglýsa sig sem svona búningahönnuð. Mér finnst það svo geggjur saga. Einhver læknir, Pakistan, cosplay-gæi, sendir þetta með DHL. Já. Ég hef verið stressað bara eitthvað, ég er að fá eitthvað drast. Þetta var stressandi, sko. Þetta var alveg, við vorum eins og í byrjun, þá var alveg planið að við myndum koma með smá svona látum inn á samfélagsmiðla. Fólk myndi vera bara, hvað er í gangi? Hvað eru þessi gæri? Eins og dóltið þín upplifið þarna. Hvað nökkist? Og við komum þannig inn á TikTok bara í apríl við fengum það og fólk var alveg ekkert að skilja það alltaf. Bara við fengum komment á okkur bara, ég ætla ekki að segja neinn ljót orðin, en bara, hvað er að ykkur? Bíp. Eru þið bíp? Bíp. En hvað voruð þá að gera? Voruð þið eitthvað að leika? Eða voruð þið bara eitthvað... Þið vorum eiginlega bara... Taka þátt í trendum, sko. Já, og reyna bara svona smá að fá þessi viðbröð, að bara, hvað er í gangi hérna? Þú voru að taka TikTok dansa? Já, við fórum bara alla leið, sko. Já. Þegar Dadadansin var sem vinsalastur, þá tókum við Dadadansin og ég veit ekki hversu mörgu tökum, sko. En ég minn þetta skilaði sér ágættis. Við fengum alveg mikið að followers út af þessu á TikTok. Til dæmis Dadadansin, Daði setti þetta sjálfur á Instagram hjá sér og svona, þegar hann var svona sem stærstur í kringum Eurovision, sem varð aldrei að. En eins og verið með, því ég myndi podcast, mæliði með þessu, ég láti Vasif gera búningandi með. Já, algjörlega. Og dansa. TikTok er vannmetið dæmi, sko, eða varða alltaf. Ég veit ekki hvort það sé svona aðeins farið að dala núna. Við erum allavega sjálfur aðeins farinir að minnka fókusin á TikTok og farinir meira svona
að reyna að ná til kannski svona foreldrana Já. með einmitt þetta málefni okkar. En eins og þegar þið voru að skrifa söguna og fara auðvitað konsepti, voru með einhvern aldurshóp í huga? Eiginlega bara að reyna að ná sem flestra. Við vildum, af því ég veit alveg að krakkarnir í leikskólaaldur hafa gaman að myndunum, við erum náttúrulega ekki farin að lesa og það var svolítið pælingur, við vildum hafa þetta smá svona myndasögu, en líka smá svona eins og bók og hafa texta og líka með þetta að svona ofurhitju nördar eins og við myndum hafa gaman að henni, þannig að við reyndum svolítið bara að hafa þetta kannski bara eins og Marvel myndirnar að virka, þetta svolítið svona fyrir svolítið víðan hóp, sko. Ég nefnilega að lesa sjálfur teiknimyndsögur. Já. Og þegar ég sá coverið, fyrstulega þetta cover alveg geggja. Þetta grípur mann. Og líka ég keypti hann í bónus, ég bara sá hann, ég bara ok, þetta selur, fatti, grípur mann. En það eitt sem ég tók eftir, ég ætlaði líka að spyrja kannski út í það. Nú notið ekki mikið svona talblöður. Nei. Var það viljandi gert? Við áttum alveg samtal þetta, sko. Það var eiginlega svona dálítið pæling, við vildum hafa myndirna svona comic stíl, en við vildum líka að það væri alveg samfelldir textar í þessu, sko. Þannig við ákvaðum eiginlega að við vildum hafa þetta svona eiginlega hybrid á milli að þetta sé bók og teiknimyndasaga. En eins og segja, það einhverju stöðu talblöðrur, en já, þetta var svona eiginlega meðvitaður ákvörðun að við myndum ekki bara vera með talblöðrur, sko, og meira svona samfellda texta. Fórum eitthvað svona milliveg bara, því að það eru náttúrulega samtölu í bókinni og oft prófum við að setja það í talblöðru, en þá vissum við ekki einmitt með textan, taka þetta úr textanum, hafa þetta líka, þannig að við fórum eitthvað svona milliveg. Þess vegna er svona pælað þegar ég las það, hvort það væri svona meðvitað ákvörðun að gera þetta svona og sem aldursópin, hvort það væri þá frekar að fókus á aðeins yngri krakka. Einmitt. Já, ég meina, við vildum, eins og ég segi, við vildum fá sem flestir, bara allir sem hafa áhuga á ofurheitum gætu haft gaman að þessu. Þið alltaf náðu mér alveg strax í byrjun, af því að ég alveg sökkar fyrir eitthvað svona, eitthvað töfravopn sem að hafa týnst eða eitthvað. Og ég var bara, ok, þá ég er on, sko. Bara alveg, allan daginn. Það er flott. Og líka auðvitað teikningarna skipta greiðulega máli. Mjög miklu máli. Hefðum við gefið bókin út með okkar upprunalegu teikningum, þá værum við ekki búin að selja eitt. Værið það ekki hér, eða? Þá værum við ekki hér. Nei, held ekki. En þegar þess eru búin á búningana? Já. Voru þá búnir að skrifa alla bókina? Sérst áður en að Fannar er búin að teikna þetta teikningarnar? Við fengum... Ekki alveg búnir, við vorum komið langleiðina. Nei, svona leggja loka. Við vorum alveg ennþá að gera smá breytingar hér og þar alveg fram á sumarið. En grunnhugmyndin af bókinni og allir söguþráðurinn var komin í rauninni, sko. En það var bara svona, þetta var mikið þannig að Úlfar fór stundum í svona einstaka atriði í bókinni og gerði svona breytingar hér og þar og eitthvað þannig. Það var alveg gerðist fram á sumarið. Skrifuðu þið saman eða í sikur lagi? Saman. Saman og í sikkoru lagi, hvað var það við vorum ekki saman að skrifa og bara, við vorum meira bara svona, við fórum í sikkort lagið, skrifum og ákveðum síðan hvað væri best fyrir þennan kafla eða þennan hluta í bókinu. Skiptust á hugmyndum, hann kannski var með alltaf að sína á eitthvað ákveðadrið meðan ég var með annað og oft eittum við alveg bara stórum atriðum úr bókina því okkur fannst það ekki gott og bara skrifum upp á nýtt. Málið við, sko, við erum ágætis blanda í þessu, ég er dálítið mikið svona, ég elska að fara að gera hlutinu dálítið dramatíska, ég á það til að gera það og skrifa atriði og senur sem eru fyrir eitthvað dramatískar og svona ofurhetjulegar, smá svona Captain America-legar einhvern veginn, skilur og þá kemur Úlfar og svona, Dagur, ekki aðeins að róa okkur ekki bara svona aðeins að hendi eitt brandara eða eitthvað þannig og það var nokkur stöðum í bókinu það sem að ég var kannski búin að fara á rosalega svona dramatíska nótur og þá var svona Úlfar, ok, ekki aðeins að koma létta nótur En þannig að Úlfar átti prumpbrandarann? Já, hann átti prumpbrandarann. Ég er alveg ekki góður, Já, það er alveg ég. Og við reyndum með sko að tengja dálítið aðal karakterina smá við okkur. Hann Atlas er svona aðeins alvarlegri, kannski eins og Dagur, meðan Avion kemur til með að vera aðeins kannski svona meiri grínisti. En nú eru fleiri karakterar sem eftir að koma. Já. Hvað er að sjá fyrir ykkur marga bækur? Við sko, þetta er, við getum alveg sagt, við erum komin frekar langt í hugsunum með þetta. Já. Við sjáum fyrir okkur 5 bækur. Já. 5 bækur? Já. Ok. Sem að
það gæti auðvitað eitthvað breyst á leiðinni og ferli allt, en fókusin núna á þessa, við erum búinir að sjá alveg. Og við erum alveg búin að sjá fyrir okkur hvernig þetta endar, sko. Hvernig bara öll landfarasagan endar, sko. Það að sjá fyrir ykkur að komið þá einu ári eða? Það væri frábært, sko. Haldið að Fannar náði því? Það nefnilega málið. Það væri geggjað, sko. Ef Fannar er að kenna mér að teikna, þá það alveg klálega. Fannar er rosalega mikið on board og við teljum hann er bara einn af landvörunum og hann telur sig sem eitt slíkan og við erum rosalega heppnir með það að hann er rosalega mikið inn í þessu verkefni og ég held og við erum nokkuð viss það að hann sé bara til í þetta verkefni mikið og við. Hann kannski að heyra núna í fyrst skipti þegar hlustur hann á þátt? Já, núna kemur hann alveg. Þú stráka, aðeins rókur. Jórar er viðbótt. Hann til í þetta, mjög spenntur fyrir þessu. Honum finnst það æðislegt að við séum hérna núna líka. Ég held að hann alveg vilja vera hérna líka. Já, ég þarf bara að hitta hann seinna. Já, að gera. Hann virkar alveg mjög svona spennandi gæð og mikill listamaður. Þannig já, þið eru að pæla að gera 5 svona bækur. Það mitt bara spurning, þarf maður að plata kærusturnar í að klæða spúningum hvert ætlum að fara með þetta eiginlega. Já, þið getum að fara með þetta alveg langt eða viljið, sko. Já, það er bara málið, sko. Það er mikið af möguleikum, sko. Og við hugsum stórt. Við hugsum mikið. Já, heldur betur. Við erum alltaf að tala hluti sem við viljum gera og eitthvað þannig. En þannig að þegar þið eru búin að skrifa söguna, þessari bók, og Fannar á bord, hann er byrjar að teikna, kannski búin að teikna ykkur á myndir, útgefandi, þú veist, hvert fóruð þið, af hverju og hvernig gekk það fyrir sig? Sko, pabbi minn, hann hefur verið að gefa út bækur, bara svona minni bækur í alveg síðan bara 2000 og hann hefur áttalega dálítið vinsalar bækur sem er svona fyrir veiðimenn og hann hefur gefið út bækur sem heita laxaflugur og silingaflugur og straumflug, ég man ekki alveg og hann hefur gefið út alveg lengi þannig að við svona eiginlega ákveðum það bara í byrjun að við vildum gera þetta bara með honum. Já, þið hafðu svona eitthvað smá sambönd. Já, en það var samt aldrei pælingin í byrjun, sko. Við vorum bara konum fyrir eitthvað langt inn í þetta og þá bara, herru, já, pabbi er náttúrulega útgáfa fyrirtæki. En skrýta að það hljómar. Það skemmir ekki fyrir. Það skemmir ekki fyrir. Þetta er ekki svo einhver sé að mikilvægt, þetta er bara lítið dæmi, sko. Þetta er ekki bara eitthvað, hann er einhverjum byggingum. Hann á ekkert forlagi. Nei, alls ekki, sko. Þannig að við vildum gera þetta, út af við vildum ekkert endilega vera einhverjum háðir með verkefni sjálft, sko. Við vildum dálítið gera þetta, út af við höfum mikla trú á því hvað við værum að gera og ég meina, við erum búin að fá mjög góð viðbrögð við bókinni. Þannig að við höfum mikla trú á því sem við vorum að gera og söguþræðinum og að við værum nógu góðir í að skrifa þetta og við náttúrulega vissum með hvaða listamann við vorum með. Þannig að við vissum alveg að sama hversu, ef við værum hrikalegir að skrifa, þá væru myndirnar alltaf að fara að skila einhverjir. Þá myndi það lúkka. Já, alltaf að lúkka. Nákvæmlega. Ég var alveg spenntur bara þegar ég var búin bókina og ég hugsaði mér, þetta getur svolítið skemmt þegar bókinu 2. Já. Þannig að gaman að heyra. Auðvitað kannski þetta, ég er 37 ára, kannski svona aðeins í eldri kantinum með þess að þið eru að hugsa En ég meina, ég las hana, hafði gaman að henni og ég las hana ekki bara því að hitta ykkur. Og svo hvernig hún endar og svona, það verður að setja upp ýmislegt. Ég vil ekki spoila það núna inn í þættinum. Það er svolítið gaman að þessu. Það er nefnilega, það kemur smá dálítið svona, við viljum, allavega með þessa bók, við vildum enda á smá svona hvað gerist næst. Og kannski dálítið tengist svona Marvel myndunum sjálfum. En eins og með prentun, hérna stendur prentun og bókband, GPS Group, Slovenia. Já. Hvernig virkar þið? Þið eru búin að skrifa bókina, koma á teikningarna, búið að leita allt, græja allt og hvað svo? Sendi þetta út? Það var, já, bara pabbi hefur yfirleitt prentað bara í Sloveníu síðustu árin. Já, hann prentað líka þar? Já, þannig við bara ákveðum að fara þá leið. Aðal hjá okkur var bara hvort þetta ætti að vera hardcover eða softcover. Já. Ég vann. Fenguð að velja? Já. Þetta var endalega dýrara? Þetta er dýrara. Já, þetta er dýrara, já. Þetta er alltaf flottar og svona. Já, það er svona vægi í þessu eitthvað. Það var furðulega mikið að samræða milli okkar hvort þetta ætti að vera softcover eða hardcover. Já, ég bara neita ekki á mig. Þetta var bara eina í stöðunni fannst mér, sko. Að því comic books, þær eru meira svona, skilur hvað ég meina. Það er ekki þetta alveg halva. Þetta er veglegra. Það er rétt, sko. En eins og lengdin. Var það alltaf bara, voruð með eitthvað ákveðna lengd í huga strax frá byrjun eða? Þú vildi ekki að hún of langa eða of þykka? Þetta er dálítið lúkkið hvernig við vildum. Allavega, hvað var þar lengdina?
Þess að ég tala sem sagt... Á sögunni. Já, á sögunni. Já, bara þú veist, blaðsíðutalið, hvað sagan löng. Já, það líka, það var svona sirka, við vildum ekki hafa þetta ólangt. Nei. Hún er auðlesanleg. Já, einmitt. Sem mér finnst kostur. Við vildum einmitt hafa það þannig að þetta væri ekki svona of þungt. Nei. Þetta væri svona, maður gæti, þetta væri ekki, þetta væri svona smá auðlesanleg. Þannig ef leikstjórinn sem að hlusta núna vill búið til bíómynd úr þessu, þá náttúrulega þurfa að bæta við einhverju að sjálfsögðu. En fyrir svona bók, þá fannst okkur þetta bara óalega fín lengt. Ég man þegar við lásum bara yfir hana sem heild í lokin, þá vorum við bara nokkuð sáttir og Fanna var líka bara sáttir við að við ætlum ekki að hafa þetta mikið lengra. Bara plís ekki að þetta 100 síður. Líka því að myndinarnas eru, hann er alveg með sko stóra myndir líka inn á milli, kannski heil síða og svona. Við nefnilega vildum hafa nokkrar síður sem að væru bara svona heil síður og væru svona rosalega, svona myndu dálítið gefa ákveðin tón fyrir bókinu og eins og það er ein sem er mín uppáhaldsmynd í bókinu, það sem að spoiler alert, það sem að Atlas og Asar er að takast á og það er bara heil síða af þeim að berjast og mér finnst það eiginlega besta myndin í bókinni. Mér finnst þú líka heldur töff Lava. Já, hún er það. Kona með sverðin. Já, hún er smá svona mysteríu framan á bókinni. Einmitt. Það gefur þessu helling. Það gerir það sko. Já, ég djúlir annað með ykkur stráka. Þetta er alveg... Já, takk fyrir það. Mér finnst það spennandi bara verkefni líka og líka bara þegar maður sér eitthvað að gera eitthvað. Þetta er hellingsvinna. Þú veist, þetta hljómar að þið eru svo glaðir og hressir og svona. En ég sé bara fyrir mér klukkutímana sem fór í þetta. Fólk verður ekki átt að sjá því. Þetta var alveg strempið sko og það var alveg tímabilið það sem við vorum bara, hvað er þetta að fara að gerast? Þessum vorum við mitt alltaf að tala þetta, bara tilfinningar fá þetta í hendunar. Það var alveg, til dæmis bara í júní eitthvað, þá átti Fannar mjög mikið eftir. Og hann var alveg, hann leit út fyrir að vera dálítið búinn á því sko. Hann voru svona, hvað er þetta að fara að gerast? En síðan bara einhvern veginn hélt hann endalaust áfram og þetta var síðan að veruleik og eins og segir, þið finnst gaman þegar einhverju er að gera eitthvað. Það er dálítið við og það er dálítið búin að vera við síðustu árum. Við erum alltaf eitthvað að pæla í einhverju og viljum gera eitthvað og gera eitthvað saman. Þannig að svona okkur leiðist eitthvað, eins og segir, við erum báðir í vinnu, ég er með þess að líka í helgavinnu sko. Þannig að bara svona, fólk spyr mann, hvað hefur tími í þetta? Málið með þetta er bara skemmtilegt og við erum búin að vera bestu vinir, bara ég veit ekki hversu lengi, þannig að vera í þessu saman og Fanna sterkur inn og þetta er bara búið rosalega skemmtilegt. Eru þið báðir í samböndum með það? Já. Hvað segja þær eða þeir? Þær eru bara mjög... Það er hljóta að hafa hrist hausinn fyrst þegar svo okkur búningarnir, sko. Ég trúi ekki öðru. Ég var mjög stolt. Mér fannst mjög gaman að sjá mig ofurýttur nörda sem ég er í búningum fyrst. Og síðan kom ég heim og jæja Valdís, hvað finnst þér? Hún var bara svona... Hún var ekki að skilja þetta. Hún skilur svona konceptið. Hugmyndina, ég skil það. Hún var svolítið bara, þetta er kærastu minn, hann er 25 ára, hann er hérna frá mig í búning. Þetta var alveg svolítið þannig svipur og ég alveg vissum að það sé eins og Já, alveg, og örugglega meira hjá mér að því að ég er ekkert svona út af því, sko. Ég vill vera bak myndavélina, svo er ég allt í nú mættur í frumraun minni fyrir frá myndavélina í ofurýttubúningi þokkabót, sko. Á meðan að eins og þegar Dagur útskrifast núna úr háskólum, þá gáfum við honum sko Thanos hanskan, vinirnir. Það er mjög nördalegt. Þannig er Dagur, skilur. En ekki þú? Þannig, ég er ekki alveg þar. Ég er alveg, ég er þarna, en ekki alveg. Ekki alveg. En þið töluðum þið eru að vinna einhvers staðar. Hvað gerir þið til að segja það? Er það Lindemann? Ég byrjaði. Nei, ég starfa hjá fyrirtæki sem heitir Artasan. Besta fyrirtæki á Íslandi. Hvað er þetta að gera það? Herru, ég byrjaði sem sölufulltrúar og þá erum við bara með flotta vörur. Við erum með heilsuvörur í apótekum og sem helstu verslunum eins og Nutrileng og Bíóköld og fleira og svo erum við líka í tannvörunum með Sensodyne og Gum. Svo erum við Durex og fleira. Þannig að það er ekkert sem tengist overheitum? Ekkert sem tengist overheitum þar, en þarna náttúrulega myndaði maður smá samband í verslunum og svona, þar sem bækurnar okkur núna til sölu. Já, já. Þú hefur reddað því? Já, svona einhverjum stöðum. Eins og til dæmis Fjarðarkaup sem er svona okkar búð. Var vel tekið í þetta á þessum búðum? Já, flest öllum stöðum. Í rauninni. Bara ekkert mál. Já. Líka, það er alveg sterkt að við sem að gera þetta fyrir Barnaspítalann. Ég meina, fólk vill taka þátt í góðgerðarstörfum. Þannig að við vissum það alveg að við hefðum
alveg gott case að koma inn í búðir út af við erum að gera það fyrir barnaspítalan. Þannig að það var eiginlega ekkert vandamál að komast inn í þessi búðir. Nei. Hvað gerir þú? Ég er að vinna hjá Líf og Heilsu. Ég er bara að fara á milli apóteka, bara að sendast með hluti og svona. Við erum báðir í lyfjabransan. Ég var bara að tjekka hvort það var eitthvað, hvort það var í blaðamaður eða eitthvað tengt að skrifa. Ég er líka stundum að skrifa fyrir vísi, fyrir á leiki fyrir þá og taka viðtöl og hefur líka verið að taka vaktir, bara skrifa fréttir og svona. Það fór bara vel að vera með þetta er hellingsskrif. Einmitt. Hvort það hafi svona mikið áhuga á því líka, að þið eru ekkert að vinna með rauninni. Er það bara ástæða líka málfræði og stafsetning og skrifa? Nei, ekki alveg þar sko. Nei, ég meina, ég hef mjög gaman að fjölmiðlum og skrifa á þannig, en ég meina, þetta er bara, það er vinna, þetta er ástríðan sko. Það er líka bara held ég að skapa. Þú veist þetta er rosalega skemmtilegt sko. Já. En mér finnst það bara geggjað, það eru margir sem fá okkur hugmyndir, en það er ekki allir sem framkoma. Nei. Og þið fenguðu þessu hugmynd, búin að vera 9 ára eða eitthvað að gera þetta, nú er þetta komið út og þið tölum að tilfinningin þið fenguð í hendur frá Slóveníu, þeir opnuðu fyrsta kassan og eru svona pínu stressa að vera í stafsningavilla á coverinu eða eitthvað. Sko, já, en það við vorum búin að fara yfir það, við vorum búin að fara grand skoða þetta sko og ég veit ekki, ég var benda á það. Það er smá villa á síðan, ekki stafsendingavilla. Nei. Það er þetta sérðu það er svona eins og þetta grátt ský fyrir ofan. Býtu, ég held að þetta ætti að vera, ég var búin að taka eftir þessu. Þetta á nefnilega að vera. Þetta á að vera, það er mann. Þetta á að vera. Það er það eina, við höfum samt sjálfur aldrei tekið eftir þessu. Við fengum skilaboð erlendis frá að þetta er komið á öllum inntökunum, hvort að þetta væri ekki bara í lagi. Og við bara, já. Þetta er bara karakter. Pabbi segir líka, það er alltaf eitthvað sem fór smá úrgeis og ef þetta var það þá bara mikið ekki. Það var stafsetning að vilja frá hún á BS-ríkjörinu minni þannig ég er öllu vannur. Það til þess, ég er algjör perri með það sko og ég myndi klikkast. Já, ég hef ekki skoðað hana eftir að ég tók eftir þessu sko. Þannig að ég myndi ykkur að þetta væri öllum búðunum og bantaði hérna. Það væri ekki gott. Ég gæti ekki sé búðina þá. Nei, bækindar í búðinni þá get ég það ekki sko. En hvernig er það? Ég veit ekki hvort þú vita, en segjum að það er komið fyrir. Að því sem þú veltir þessu fyrir mér. Hefðu þið getað bara sendt e-mail út og þið bara fengið aftur 900-500 endug eða... Nei, við hefum þurft að borga fyrir það. Við hefum þurft að borga fyrir nýtt uppkvæm. Já, 100%. Út af að... Ef villan er á okkur, já. Já, ef villan er á okkur. Já, ef við sendum þetta þannig, skilur við. Nei, ef þið sendir þetta rétt, en eitthvað klikkar, þá hljótar senda mér. Já, 100% sko. En hvernig er það? Sendir þetta bara PDF eða? Já, var það ekki? Við minnum það. Ég held að, já, sendum við PDF. Hvað sem ekki frelsi fekk Fannar þegar hann var að teikna þetta? Alveg eitthvað, en eins og ég segi, við sko vorum búnir að teikna eiginlega hver einustu blaðsíðu upp, nema bara með sko Óla Príköllum og þess áttar. Ég var alveg til að sjá. Já, það er til. Fannar er ennþá með það, en hann... Er það á netinu það? Nei. Hann geti sett það, hann geti tekið myndir eða eitthvað. En ef þú talar frelsi fyrir Fannar, það var kannski ekki rosalega mikið í þessari, en út að hann veit hvernig okkar stíl er núna og hvað við erum með í hausnum, þá held ég að þessi klálega að möguleiki að hann fái mikið meira frelsi hvað var næstu bók. Eins og þarna, þetta sparaði honum tíma að við værum búin að sjá hver einastu blaðsíðu fyrir okkur. Já. Því að þá gat hann meira svona bara farið í þetta. En eins og textið sem er í bókinni, þegar hann talaði sendt Fannar það líka, og svo grófu teikningar sem þið teiknuðu, voruð þið búin að skrifa einhvern annan texta, svona þessi þeirra leikstýra, fattu hvað við? Skil hvað minnar? Já, minnur við bara... Stundum gera þeir sem skrifa teiknumyndasögur, þá senda þær handrit til teiknarans, með náttúrulega dialógi og öllu svona standa, en svo líka, sem sagt, ekki kannski að leikstýra, en þá skrifar hann er rosa reiður á svipinn og hann kýlir hann og hann dettur til, hann dettur aftur og bak eða fattu hvað við? Það var eiginlega bara við gerðum báðir svona, við bara handgerðum þetta, skilur, og við gerðum, þetta var, við gerðum textabóksinn, skrifum kannski fyrstu orðin, síðan bara punktur og enduðum síðan á hvernig setningin endaði, skilur, en síðan bara það sem myndin var, voru bara að skrifa lýsingar á hvernig myndin ætti að vera. Þannig bara Atlas er hér reiður og horfir á Asar og bendir á. Þið gerðu það? Já, við gerðum það. Það var alveg út í gegn, sko. Ok, en svo náttúrulega bara kynnist þið Fannari betur og hafið þið hitt hann aftur eða er þetta bara í gegnum? Já. Við vorum alltaf að skutla nammi til að soka á hans erfiðustu dögum, reyna að hvetja hann áfram. Var hann mjög þreyttur kallinn?
Það var þetta eitthvað eitt á tímabil. tímabili, þá var hann dálítið þreyttur, sko. En þá einmitt gáði nammi og... Þá var hann glaður. Þá var hann glaður. Þannig að það er nóg að gefa Fannar nammi, þá getur hann klára bara einhverjum 100 teikningar Nákvæmlega. En við líka sögðum bara, þegar bókin var komin út, eða væri komin út, við sögðum þetta alltaf við hann bara, við ætlum að gefa þér svo mikið shoutout og við ætlum að tala endalaust um þig út af þú átt að skilið og það sem gleður mig núna, ég var bara að tala við hann í gær, fyrir þetta eitthvað, hann er út af hann var aðeins farin að missa smá followers á Instagraminu sínu, hann er alveg með ágætis fjölda þar, en út af hann var svo ekki virkur, Nei, hann hafði ekki tíma, þá var hann aðeins farin að minnka smá fjöldin, sko, en hann er búin að fá mikið fjölda aftur og mikið af þessu Íslendingar, sem hann er mjög sáttur með núna. Ég var mjög ánægður að heyra það fyrir bara nokkru dögum ég var að tala um. Ég menn hann hafði klárlega skilið, ég eftir ég var búin að tala við þig, að fá okkur í þáttinn, þá fór hans að kíkja á Instagram ykkar og svona, og hjá Fannari, og ég fór að skróla líka um teikninguna þess, hann er fárlega góður, sko. Að mínum mati besti teiknar á landinu, sko. Ég veit ekki um alla, en hann er það góður. Ég horfði á þessa bók og þegar ég sá coverið, sko, ég bara, eins og þú segir, þegar þú sást bókina, þetta er rosalega mikill seller og fólk, maður er bara, wow, þetta er alvöru dæmi. Algjörlega. En logoið, landverðinir og svo svona ellir svona eitthvað. Gerðu þið það að það var Fannar? Fannar? Nei, það varst þú. Við vorum að vesenast með hvernig við ættum að gera ellið ofurhittulegt. Og svo er oft bara lausnin fyrir eitthvað einföld, sko. Ég googlaði held ég hálft tungl og fór eitthvað að tróða ellinu þar inni og enda að teikna þetta svona nokkurn veginn svona upp. Og svo náttúrulega sendið maður bara áfram að Fannar. Já, ég var að tala um það. Ég ætla ekki að taka kreditið af þér. Og hann vippar þessu upp og gerir þetta bara svona ótrúlega flott letur og þetta er töff. Það er svona Avengers feelingur yfir þessu hjá okkur. En ef við förum aðeins út í svoleiðis myndir, ætla að spyrja okkur til það. Þú ert meiri svona overage nörd heldur en Úlfar. Já, sko, ég hef séð allar þessar myndir. Ég held að Dagur að sé allar þessar myndir svona 8 sinnum. En það er svona kannski munurinn á okkur. Ég horf alveg á allar overage myndir, bara Superman, hvað 1978, ég á þetta allt á D.O.D. og ég er mikill safnari og svona, en ef við værum að fara djúpt inn í ykkur atrið eða ykkur plánutur eða eitthvað, þá skal ég bara halla fara út. Nákvæmlega. Við bara klárum þetta. Hvað er það sem þið fílið við svona myndir? Sko, ég fíla eins og bara til dæmis með Marvel myndinar. Það er bara, það er alltaf, mér finnst karakterarnir svo rosalega góðir. Mér finnst, og þeir vöndu þessu svo mikið við það að gefa þeim góðar svona sögur, svona, hvað sem maður, baksögur. Backstory svona? Já, backstory, eins og, það er ekkert allir sammála mér með þetta, en ég finnst, baksagan með Captain America, bara í First Avenger, mér finnst hún svo rosalega inspiring. Hann er einhver bara lítill gæi með rétta hugafarið sem fæ síðan bara alla þessa burði og þá er hann bara besta ofurhetja í heimi, sko. Mér finnst það bara eitthvað, hann er dálítið, svona það sem ég fíla við ofurhetju, það eru karakterarnir, eða svona karaktersköpunum finnst mér í rauninni, sko. Það er ekkert endilega svona bardaga atrið, þó svo þau séu mjög nett. Það verða oft svona karaktersköpunin, sko. En eins og, hvað fílar þú, Úlfar, við það? Við ofurhetjurnar? Já. Sko, ég var einmitt að pæla í þessu áðan. Mér finnst, sko, eins mikið að ég fíla Avengers og þetta, þá finnst mér annarkvort, sko, þegar við tökum annarkvort Kick-Ass eða Deadpool, þessa myndir, sko. Já, og eins og þættinni The Boys, hefur séð það? Já, geggjaður. Þetta finnst mér algjör snill, sko. Þetta er bara að tekja einhvern veginn alla leið og það er húmor í þessu, eins og við tölum áðan, þar er ég sterkur. og eins með, sko, tónlistin og svona, eins og Guardians of the Galaxy 1. Þegar tónlistin er skemmtileg og þú ert að tengja við þetta, þá er ég alveg í mínu sóni, sko. En þannig að þú ert kannski hrifnar af eitthvað sem er banna? Af því allt sem nefndir allt bannar 16. Já, nákvæmlega. Fyrir utan alltaf Guardians, Deadpool, Kick-Ass og Boys. Já. Þetta er frekar ofbeldisfullt, sko, og eins með, sko, ef þú myndir spyrja með, Avengers, myndirnar, eða Dark Knight myndirnar, sjálfsög myndi kannski flest allir segja Dark Knight, ég veit það ekki, en fyrir mér, þetta er svona aðeins þyngra og alvarlegra. Ég er kannski aðeins meira þar, en ég hef svona gaman að þessu öllu, mjög svo. Þú ert meira í Marvel, ekki? Já, ég fór í Marvel pub quiz bara í stúdendakjallarunum fyrir Endgame 2019 og ég vann það,
með tveimur Íslandsmeistari. Til hamingju. Íslandsmeistari. Koma engum á orð. Já, ég veit, ég hef rosalega gaman að þessum Marvel-myndum og ég var bara einhvern veginn hugfanginn að þeim. Ég var ekki alveg á vagninum alveg frá byrjun, eins og fyrsta myndin 2008, en ég fór á fyrstu Avengers-myndina 2012 og þar var ég bara, ég var dolfallinn sko og ég fór þá mynd 4 sinnum í bíó sko. En þegar þú sást Avengers 2012, varst ekki búin að sjá hinnar? Ég var ekki búin að sjá hinnar sko. En ég var búin að sjá, Iron Man 2 eða eitthvað skilur. Já, ekki allar myndina, Thor og Captain America. En strax eftir ég var búin í bíónu, þá fór ég heim og horfði allar. Ok, þá ætla ég að spyrja ykkur. Ég veit að þú sagðir að þú verður freka fyrir Batman. Uppáhalds Marvel-mynd? Sko, það er hægt að horfa á þetta tvísýnt. Hver er besta og hver best gerð og þannig? Hver er þín uppáhalds? Ef þú fer að eyðeyju og það er sagt við, þú taka með eina Marvel-mynd. Endgame. Endgame. Hún er svona ástarbréf til harðra Marvel aðdáenda. Bara, hún er nánast allan tíma bara ég skil þetta reference. Bara perfect dæmi. Þeir sem að fóru á myndina og voru kannski búin að sjá nokkra myndir eða eitthvað, þeir skilja ekkert endilega af hverju síðasta atriði í myndinni, þar sem Captain America að dansa við Peggy, af hverju það er svona geggja atriði. En þeir sem eins og ég er búin að sjá Captain America 1 milljón sinnum og þegar áður en Captain America kveður Peggy þegar hann er að fara að fljúga flugin í ísinn, þá er þau eitthvað að tala það að hún skuldi honum dans út af að hann kemst ekki og þau voru búin að plana að þau ætlaði að dansa laugardaginn eftir og þau fá síðan þennan dans í lok Endgame. Þannig að þetta er eiginlega svona ástæðan fyrir af hverju Endgame er uppáhaldsmyndi mín út. Þetta er bara reference allan tíman og síðan alltaf sjá allar óverður þannig í lokin saman. Það er bara, gerir eitthvað annað fyrir mig sko. Kom tár? Það komu tár. Það komu tár. Ég get alveg staðfesta sko. Nokkrum stöðum á myndinu. Já, við honum. Með pappir. Já, þessi mynd þýtti mikið fyrir mig sko og ég mun alltaf fíla þessi mynd. Það er bara 100% sko. Mér finnst bara ótrúlega að hefnast. Já, magnað sko. Infinity War og Endgame. Það finnst það bara ótrúlegt. Geðveika myndir. Það er bara magnað sko. Það hefur svo auðvitað hægt að klúður þessu. Ég veit það. En þér? Þú farir að eyða og taka mér eina Marvel-mynd. Sko, Þú myndi ekki segja Deadpool? Nei. Ég ætla að Marvel Studios mynd. Já, MCU. Þá myndi ég segja Thor Ragnarök. Já, hún er geggjuð. Mér finnst hún geggjuð og karakterinn Korg. Hei mynd. Mann Dyrka sko. Dyrka. Mér varst hann líka fyndinn, ég manst ekki hvað hann heitir. Nei. Hvað hét hann sem talaði líka, hann var eitthvað svona, hvað var eitthvað svona krabb eða eitthvað? Já, hann að... Já. Mík. Mér varst hann skemmtilega líka. Góð skemmtilegi karakter inn í þetta. Ég er mjög gáðan að henni sko. Af því ég bjóst ekkert við allt og miklu henni. Þegar mér fannst Thor 2, mér fannst hún ekki spes sko, þannig að má ekki að segja það. Mér fannst hún ekki góð sko, þannig að ég var ekkert að búast við allt og miklu, en mér fannst hún ógeðslega góð sko. Já, hún er rosalega góð. Lélegasta myndin? Hver er lélegasta myndin? Það er annarkvort Thor 2 eða Iron Man 3, finnst mér sko. Já, Iron Man 3 líka. Hún er bara, vertu bara Iron Man, ekki verið einhver secret agent með eina hendi Iron Man eða eitthvað. Það var ekki Iron Man mynd sko. Nei, algjörð drasl. Ég veit ekki með þig. Já, ég man ekki nóg vel eftir henni, það er Thor 2 held ég sko. Ég man bara við fórum á henni í Smárabíu, og ég man bara koma út af henni og ég bara, þetta var ekkert góð myndi, það? Þú bara, nei, ég þurfti að fá staðfestingu frá honum. Mér varst hún hræðileg. Þar var Thor eiginlega of Thor-legur. Eða svona, ótrúlega alvarlegur og bara svona ekki, aldrei neitt grín, það var bara svona einhvern veginn alvarleikinn bara allan tíman, skilur. Ég held líka að þeir hafa ekki búin að fatta hvað Chris Hemsworth er fyndinn. Nákvæmlega. Það er einhvern veginn jákvæðast við þessa mynd, að sú mynd olli því að Thor Ragnarök varð eins og hún er. Bara svona, hún er alltaf eiginlega bara grínmynd, sko. Það er bara grínmynd. 100%. En virkar ógeðslega vel. Þá verður líka þessi skemmtilegi karakter, eins og ég var að horfa Infinity War í gær, aðeins þess að hitta upp. Þegar hann hittir Star-Lord fyrst í myndinni, þetta er fyndið. Já, það er ekki svo mikið kemmist. Þetta er svo góður og færi leikar. Já, það er bara málið. Mér finnst bara gaman að segja sem Chris Hemsworth, því hann er svona, gæinn er alltaf bara sjúklega flottur.
bara allt við hann. Ógeðslega myndarlegur og í geggjuðu formi og í hvað. Geggjaða rödd líka. Svona fyndin líka. Stundum er maður bara svona pirraður út í fólk. Hann er bara svona svindl, manneskja, sko. Hann er bara svona... Þetta er hann bara allt. Svindl. Það er eiginlega frekar ósegin. Það er svo gaman að sjá hann á móti Chris Pratt. Af því Chris Pratt hefur verið fyndin lengi. En þú veist, þeir saman. Þú veist, Hemsworth er ekkert... Hann er ekkert minna fyndin, sko. Nei. Og ég meina, Chris Pratt, hann er þekktur fyrir að vera grínleikari og hann er ógeðslega fyndin í þáttunum Parks and Recreation. Og einmitt, bara þetta atrið hann með þeim fyrst þeir hittast. Þetta er bara eitt af bestu atriðunum í Avengers Infinity War, sko. Þeir að spila hver öðrum, sko. Ég verð til að heila mynd bara. Ég til þess að hefði viljað fá Thor í Guardians þriðju myndina. Já, það hefði verið geggjað, sko. Ég held samt að gera það ekki. Með byrju hvað, Star-Lord, hann er staðfestur í Thor Love and Thunder, held ég. Já, en ég sé fyrir mér, er þetta ekki bara byrjunin? Gæti verið þenni þar. Já, þú meina. Það kemur svona intro og þá er eitthvað svona montas, þeir eitthvað að berjast og gera eitthvað fyndið og hann grennist, Thor, fætti. Já, ég ætla rétt að vona það. Og svo byrja bara sagan, fætti, og þá dömbar honum með eitthvað. Það er örgulega rétt, sko. En ég veit ekki hvort það verði, en ég sé það fyrir mér. Já, það er gott eða þið væri saman í heilu mynd, sko. Já, mér er svo cool hvernig Endgame enda. Það væri svona bad move hjá þeim, út af þeir vita að allir elska þetta atrið á milli þeirra. Algjörlega. Þeir ættu að hafa lengur saman í heillari mynd, sko. Ég held í vonuna. En Natalie Portman er að koma aftur og... Þannig að það er alveg mikið af hlutum að gerast, sko. Og náttúrulega Christian Bale er vondikallinn í þessari mynd og eitthvað. Er það staðfest? Já, ég held að það sé staðfest. Það finnst mér geðvegt. Já, það er, ég meina hann... Býtu sem hvaða karakter þá? Ég man ekki. Ég held þess ekki búin að segja. Nei, ég held þess ekki búin að segja. Það er ekki búin að segja. Ég meina hann stendur svo vel í öllu sem hann gerir, held ég, sko. Já, ég er með þetta pæli, hver verður svona aðal vondikallinn eftir Endgame? Já. Það meina svona stór. Já. Það verður örugglega Galactus. Já. Ég held það. Veit ekki alveg hvernig ég ætla svona setja það á skjáin. Ég meina, hvernig gerðu þetta hann í Fantastic Four gömlu myndinni? Hræðilegt. Þá var hann bara eitthvað skýð. Góður eða eitthvað. Umulegt. Ég sé þetta ekki alveg fyrir mér, en ég treysti Marvel Studios til þess að gera frekar mikið, sko. Ég er nefnilega svona vona að vera Galactus eða Dr. Doom. Já, Dr. Doom er rosalega. Þeir geta gert það núna, af því þeir keyptu alla Fox. Og það mun koma mynd, og ég vona að podcast verður ennþá til þá, og þeir bjóða okkur heimsókn aftur. Það verður gerð Avengers vs. X-Men. Já, 100%, sko. Þú veist, það verður pottþétt gert. Henda bara Fantastic Four inn til leika, bara Avengers móti X-Men og Fantastic Four. Já, það verður bara geggjað. Það geta allar leið bara. Eins og fyrir mig, ég er búin að lesa teiknimyndasögur frá krakki. Og í teiknimyndasögum, þá náttúrulega, ég veit ekki hvort ég lesi mikið teiknimyndasögur. Já, ég gert það smá eitthvað. Þá kannski þetta að lesa Spider-Man. Svo allir kemur bara Hulk. Eða Daredevil. Það er bara máli. Fatti, að sjá þetta gerast í bíómyndunum, það er enginn gert þetta áður. Þetta var svo klikkað. Þetta hefnast líka bara ógeðslega vel. Sjúklega vel. En það er eiginlega ótrúlegt hvað það hefnast. Já, það er það, sko. En þessu upp á Soverja? Já. Hvar eru þið þar? Ég væri örugglega bara Wolverine út af nafninu. Við erum nafnar. Já, Úlfar og Wolverine. Nei, ég hugsa... Karakter. Það er annarkvort hann eða bara Batman, sko. Mér finnst Batman algjör snill, sko. Sorry, ég veit þú elskar Marvel. Ég elskar DC líka, sko. Batman er geggjaður. Fyrir mig, þú veist, ég talaði Captain America á hann, ég veit ekki, ég tengi eitthvað mikið við hann. Mér finnst hann geggjaður karakter, sem mér finnst hann of alvarlegur, en mér finnst hann bara svona, mér finnst hann geggjaður. Mér finnst, þó svo hann sé engin sérstök ofurreit, þá elska ég Star-Lord, mér finnst hann bara, mér finnst hann geggjaður, svona einhvern veginn, ég hef svo gaman að Guardians myndunum. Fannst það tvö góð líka? Ekki af góðu eitt. Taserface. Taserface, já, alveg. Hvað var það? Það var hérna, þegar hérna, hvað hérna, Ravagers, þeir hérna gerðu uppbreyst á mótni hérna Yondu, með hérna hanakampinu, og sá sem stjórnaði þeirri hérna uppbreyst var gaur sem vildi láta kalla sig Taserface. Já, alveg rétt. Og Rocket gerði mikið grín af því í myndinni. Alveg rétt. Hún var engin Guardians of the Galaxy 1, sko. Nei, mér fannst hún alveg, ég er líka Groot, eitthvað bann. Já, það var, það var bara fyrir eitthvað til þess að geta búið til vörur. Já, mér varst að lykta af því. Já, það var þannig, sko.
það pirraði mig. Já, það var, þú veist, já, það var, þú veist, hún var bara svona bætt inn í, hann reyndi að spila ákveðna rullu þarna þegar hann fór með sprengjuna inn í heilan eða eitthvað, en þú veist, ég vona að hann verði aftur bara stóri Grút úr fyrstu myndinni, sko. Já. Ég held að voni það allir, sko. Að þetta litla Grút-dæmi, það var 55 myndur. Já, síðan var þetta svona smá þreytt. Já. En með, þú veist, já, ég myndi segja Captain America og Star-Lord, já, ég myndi líklega að segja það. Þið nefnið alveg góðar og kartar, sko. En þú? Sko, uppáhaldum eitt í Marvel-myndunum. Já. Uppáhaldum í Marvel-myndunum Captain America. Já. Ég sammálaði þar. Já, ok. Af því að þessi kartar komast óvart í myndunum. Mér finnst það sem Chris Evans gerir fyrir hann er svakalegt. Þetta er leikar sem ég var ekkert svakalega hrifinn af. Mér finnst hann ekki skemmtilegur sem Johnny Storm í Fantastic Four. Það var einmitt sem sá með hann, ég tókst að síðan, hún heitir Sunshine, og svona sci-fi gemmynd, Evans leikur henni, og hann er svona meira alvarlegur þar. Þá sá ég hann gætt leikið. Og þegar ég frétti hann eftir að leika Captain America, ég var bara, ég er að fara að djóka bara eitthvað, hann var svo mikið þannig gæi. Síkarið. En hann gerði hann ekki. Og hann var svo mikil hetja. Og ég bara hefði aldrei trúað því. Þegar að Captain America fyrst út, svo fáum við fáum Man of Steel. Ég hefði aldrei trúað því að Captain America er meiri hetja en Superman. Nefnilega. Fattiði, þetta er maður sem ég líti upp til, ekki Superman. Nákvæmlega. Því Superman er næst upp á svo orðið mér bara alltaf tíma. Það er Batman nummer 1 sem er svo Superman, Wolverine í 3. En í þessu er Captain America. Bara ekki spurning. Við veist hann geggjaður. Bara geggjuð. Og bara, einmitt, fyrsta Captain America myndin seldi mér þetta algjörlega. Það var svo mörg flott atriðar og þetta er ekki endilega besta myndin, en hann er rosalega góður í henni. Rosalega. Og hann á flott atrið, bara til dæmis þegar hann er nýbúinn að frelsa alla bandaríkjamennina sem voru í einhverjum fanga og hann lappar inn í herbúðurnar hjá bandaríkjamennunum og eitthvað flott lag undir og það var svona, þetta er alvöru gæi, alvöru hetja. Ég spara magna hvað er einhvern veginn, þú tengir núna bara leikarana við þessa karaktera, veist. En mér finnst líka flott að þeir eru farnir að núna, Downey Jr. Hann er átt. Chris Evans, hann er átt. Mér finnst það líka alveg cool. Já, það er ekki það. Við þurfum ekki að fá okkur 20 myndir með þessum gaurum. Ég treysti þeim alveg að gera eitthvað gott úr því, sko. Að finna bara, þau eru búin að, mér líst bara ágætlega vel á svona castingið í komandi myndum, sko. Það sem ég er búin að sjá, eins og í Eternals, mér líst bara nokkuð vel á castingið þar. Hvað ekki, Angelina Jolie og... Jú, og Kumail Najami eða eitthvað, hvað heitir hann aftur, leikarinn? Já, eitthvað. Grínleikarinn? Já, og þeir eru að fá svona fólk inn í myndirnar, sem er svona, sumir finnst skrítið og kannski risky moves, en ég meina þeir réðu Chris Pratt til að vera Star-Lord, skilur, þannig að ég geti alveg, og þeir eru líka búin að fá tvo gæina úr Game of Thrones, sem ég líst bara mjög vel á. Já, líka brand er svo sterkt. Í dag, þá er nóg fyrir fólk bara að sjá Marvel, það bara fer það í bíó. Þeir eru líka búin að byggja upp það traust sem DC klikkað á. Já, nefnilega. DC var allt og mikið að flýta sér. Já, það er nefnilega. Þarna kemur þessari baksögu sem þú talaður þeir einhvern veginn voru að flýta sér að ná Marvel, finnst mér. Já. Það er líka, það sem ég fannst að hafa klikkað hjá þeim, er að Marvel var að skapa eitthvað cool. DC fór alltaf peninga. Þeir sá bara það peningar sem Marvel að halinn. Og það bara endur ekkert vel. Þeir voru ekki búin að gefa Flash baksögu, og voru ekki búin að gefa honum hvað heitir hann, með vélmennið Cyborg. Cyborg, hann er þetta glata kart. Já, ríkalegur, sko. Og ég meina, ekki, hann heldur, þeir voru ekkert, búin að gefa Superman einhverja baksögu. Hann þarf náttúrulega ekki. Nei, auðvitað ekki. Öll mannsbönn á jörðinni, þetta Superman er. Já, en og hvað, það var myndin sem var undan Justice League, það var Batman vs. Superman. Var það ekki? Umuleg. Já. En hún er samt masterpiece með að við fucking Justice League. Já, 100%, sko. Það er rust. Justice League, sko, ótrúlega þegar hún komist í bíó á einhverju leiti, sko. Er hún ekki að fara að koma út aftur? Rob Snyder cut. Zack Snyder er að fara að klára sitt cut. Zack Snyder, já. Af hverju ætti ég að vera spenntur því samt? Ég er ekki að öskur þig. Af hverju ætti hann spenntur fyrir því? Sko, ástæða fyrir því er. Nei, ég var einmitt að horfa að ná trailerin fyrir því cutti, sammálaði, sko. Ég held að það verði bara eitthvað algjört kjafta, en ég er samt að sjá þetta því nörd. Já, það er 100% horfa alltaf, sko. Það er mín bölvun, sko. Mér líka, það er bara... að verða að sjá þetta alltaf. En hvað finnst ykkur þau? Nú er búin að vera COVID. Það var ekkert að fara fram hjá ykkur. Engin ný
Marvel mynd í ár. Við ættum að vera búin að fá Black Widow. Eternals, áttu hún ekki að koma í nóvember? Hún er að koma í nóvember, Hvað finnst þið um þetta? Það er 1,5 ár síðan ég fór á Marvel mynd í bíó. Var það ekki bara Endgame? Það var, nei, Spider-Man. Já, Far From Home. Þetta er bara ömurlegt. Ég er bara búin að sakna þess svo mikið að fara á sérstaklega náttúrulega Marvel mynd í bíó, en ég er líka bara svo mikill bíó að fara í bíó maður, sko. Og þetta er búin að vera, maður fór á Tenet í sumar, eins og líka bara allir, bara þess að fara í bíó. En það er bara eitthvað við það, ég ætla að elska ofurhetjumyndir og geta farið á ofurhetjumynd í bíó, það er bara eitthvað sem hefur verið fastu liðið bara síðan 2012 hjá mér núna. Og allt í hennu bara hættir að 2020 og maður er bara svona, mér finnst það gaman að horfa á gömlu myndirnar, en það er bara að fara í bíó, fá sér popp með góðu vinum og tala um myndina eftir og þetta er bara svona, þetta gerir eitthvað fyrir mig, sko. Ég nýtt alveg tækifæri að fara þá bara á gamlar myndir, eins og að fara á Dark Knight og svo kom Mad Max aftur í bíó, mér finnst það svona ekta svona bíómynd. Þannig að ég var að reyna að nýta þetta og Goonies og okkur svona. Já, þannig að þú fóst alveg í bíó? Já, við fórum með þess að síðasta veiðiferðin og maður bara svona, það sem er í boði, maður reynir að fara á þetta. Það er bara svo gaman að fara í bíó, sko. Mér finnst það bara svo sorglegt, ég skil alveg hvað er í gangi og stúdíu þú er ekkert að vera að setja þessar myndir og því að Tenet tapa bara pening. Og ég skil það alveg, þeir eru ekkert að vera að henda Black Widow bara í bíó til þess að tapa á henni. Þetta er svo leiðilegt. Þetta er svo leiðilegt. Og ég meina, þú segir að Tenet tapaði pening, þeir eru reyndar, ég er ógeðslega spenntur fyrir því, þó sem þetta sé ekki Marvel, þeir ætla að sýna Wonder Woman í, sem jólabíómynd. Já, ég skal fara á hana, mjög spenntur, bara, ég er þetta svo trailan þeirri mynd og... Ég er komin þangað, ég er bara svo spenntur að fara á ofurhetjumynd í bíó, ég fer á hvað sem er og fara jólin, sko. Ég er alveg þar, en ég veit ekki hvort ég meiki, eða vera ennþá þannig, að vera með grím í 2 tíma inn í bíósal. Já, þyrfti maður alltaf að vera með grím. Sko, ég tók þátt ykkur umræða og kvikmyndaámannagrúpp á Facebook og þá var ég að tala um þetta, eitthvað svona Peppa Wonder Woman. Ég er alveg spennt að sjá hana, ég er til að fara hana í bíó, ég er ekki að vera með grím í 2 tíma inn í bíósal. Þá frekar horfa hana heima, en mér langar til að horfa hana í bíó. En þá var eitthvað stelpa sem kommentaði á hana þráð og sagði að maður þyrfti vist ekki að vera með grímu inn í salnum sjálfum. Ef það er þannig, þá er ég bara peppaður. Við erum bara að fá þetta hreint. Þetta er þetta ríkir maður þarf að vera með allan tíman, sko. En ég held að við séum alltaf að fara á hana saman hvað, sko. Ég held að gera það samt, sko, en það er þetta tekur smá svona, dæmi úr þessu, sko, en eins og ég segi, við myndum veldig samt fara. Ég held að. Já, menn það stutt í hana, 16. des. 16. des. En þið vitið líka hvað það er að gera við hana, úti. Hvað? Hún fer náttúrulega í bíó á ákveðnum 16. Já, Svo fann ég bíó í Bandaríkjunum 25. des. En kemur sama dag á HBO Max sem er streymisvita. Af því að Warner Bros. Eigir unni sama fyrirtæki sem á HBO og Warner Bros. Þannig að þeir ætla að leyfa fólki að velja. Sem er alveg sniðugt. Ég virði það. En hvað er margir að fara í bíó ef þú getur hana heima þér sama dag, sérst úti? Ef það væri ekki COVID og þeir væri samt að gera þetta, þá held ég að mikið af fólki myndi ennþá fara í bíó. Ég er mikill bara talsmaður þess að fara í bíó. Ég elska að fara í bíó. Ef það kemur svo dagur þar sem bíó er ennþá ekki möguleik, ég verði mjög leiður. En út af því að það er COVID, þá er þetta mjög skiljanlegt að þessu gera þetta og þá held ég að flesti munu velja að horfa á hana heima, sko. Já, því miður. Já. Af því að maður líka spyr sig þegar þeir eru öll stúdíur svo hrættu að gefa út myndir núna, þessar stóru myndir. Þeir ætla að bíða. En bíóhúsin geta ekkert beðið endalust, fattiði. Þau verða bara gjaldþrota þegar stúdíun dettur allt í hug. Herra, nú skulum við bara gefa það út. Já, það er bara máli. Það er sér svolítið hrættu við. En ég fekk að mynd Óla Jóels til mín. Hann var henni yfir maður kvikmyndahúsinu hjá Senu. Og mér finnst mér áherslu að tala um hann. Ég er að reyna að fá eitthvað frá Sabjón. Af því að ég er alveg með svona milljón spurningar í sambandi við þetta. Af því ég er eins og þú. Ég trú á bíóin. En maður spyrir hver er framtíðin? Upp á streymisveitur og það. Hann er blámálið. Ég vil alltaf halda bíó. Þetta er ekki eins fyrir mig að horfa á bíómynd heima og í bíó. Nei, en þetta er bara ekki það sama. Og það er líka bara suma myndir eins og til dæmis Mad Max og til dæmis 302 framhaldið að henni. Þetta var mynd sem mér fannst geðveik í bíó. Svo prófaði ég að horfa á hana heima. Þetta var ekki það sama. Þetta er ekki það sama. Það er líka bara ákveðin stemming sem myndast í bíónu. Bara það að fara með vinum sínum í bíó. Þetta er bara svona cultural
þeng, bara að hafa gaman með vinnum, fá sér popp og kók og tala myndina eftir að þetta er bara, ekki taka þetta í burtu frá fólki. Ég vil trúa að fólk sé ennþá viljandi að fara í bíó, vilji fara í bíó og út af bara skemmtanagildinu, sko. Já, ég vona það, því að þetta er svo fyndið, fyrir COVID, þá var ég stundum alveg pirraður á að fara í bíó, hringdi ykkur sími eða fatti, ykkur gæði svara, ég hef lent í því að svara í síma. Já. Ég hef lent í því að fara á hryllingsmynd og það eru svona strákahópar bara með sírenu, skilur. Það er alltaf óþolandi. Það er svona þokulúður eða eitthvað. Hæ? Já, bara þegar build-upið er komið, skilur. Nei, oh my god. Það er svona hætti ég að fara sérstaklega á hryllingsmyndi klukkan 8, sko. Ég fer ekki á hryllingsmyndir bíó. Nei, þú gerir það ekki. Nei, af því að ég elskar hryllingsmyndir. Ég líka. Og hryllingsmyndir snúa svo mikið uppbyggingu. Já, gerir það. Byggja upp eitthvað andrúmsloft, svo kemur hlé. Það er bara svona kött á það. Það kemur bara Justin Bieber lag, Nei, alveg farin úr þessu. Alveg farin úr þessu, fólk stendur upp og maður situr í sætinu, svo kemur fólk inn og maður þarf kannski að standa upp, myndin byrjuð og kemur inn með pop og kók, fattiði? Ég get stundum ekki svona rant. Það er bara vel gert. En ég bara megin þetta ekki. Svo byrja myndir einhvern aftur bara að detta inn í hana aftur og hryllingsmyndir oftast líka ekki langar. Þannig að maður bara svona, og hvað, ég á 40 mínútur eftir, nú þegar þetta eftir í gírinn, ég hati þetta. Ég er sammála, það er svona, ég fór bara, nú er ég farin að fara, núna, það er alltaf COVID, en bara síðasta sýning. Þær eru oft án hlés og án krakka, og maður er oft bara einn, sérstaklega á svona hryllingsmyndum. Þannig að ég nýta mín aðeins betur, sko, en annars horfi ég bara á þetta heima. Já, ég er aðeins eldri því. Við erum báða 25. Já. Þá var maður miklu gætnar að fara í bíó, sko. Ég sagt ykkur það strax. Ok. Ég segi svona, nei, ég fer alveg nokkuð oft í bíó, en svo byrjaði þetta COVID. Ég var eitthvað að bölva eitthvað svona bíó, hryllingsmynd og gestum og eitthvað. Svo kemur COVID. Og ég kemst bara eiginlega ekkert í bíó. Af því að ég vil helst sjá okkur nýjar og eitthvað svona stórmyndi þá. Og að því að við erum að horfa okkar gott drama eða grimmyndi eða eitthvað, ég get alveg notið þess að horfa það bara heima. Ég líka rýna svona mikið í myndir og svona, þá getur svona fókus á myndina. En eins og horfa á Marvel-myndir og svona, þá vil ég vera með geggjatjald og svona. Og ég bara komst að því í COVID, ég bara var að sakna þess helviti mikið. Nefnilega, sko. Bara líka. Alveg sammála, sko. Þetta er mikill söknur og sérstaklega út að maður tekin í burtu frá þessu, á alveg skemmtilegum tíma með hvernig Spider-Man endaði og með Endgame og maður er alveg svona spenntur fyrir hvernig við ætla að halda áfram með þetta og það er náttúrulega, nú er Iron Man og Captain America farnir og tæknilega sér Black Widow líka og það hún náttúrulega þetta verður bara baksaði hjá henni þannig maður er alveg spenntur hvernig það ætla að halda áfram og hvernig það ætla að halda áfram með heiminn og þá bara kemur þetta og maður þarf að bíða enda á lengur sko. En ertu spenntur, sérstaklega spenntur að þið fyrir ykkur ákveðni Marvel-mynd sem er að koma? Sem við vitið af. Ég er spenntur fyrir því að þeir komi með Fantastic Four og X-Men inn í þetta, en svona af þeim sem eru staðfesta, þá myndi ég segja ég er mjög spenntur fyrir Spider-Man, næsta Spider-Man mynd og kemur eftir ár, en líka Eternal, sko. Ég myndi örugglega að segja bara Love and Thunder. Já, Thor. Ég verð að segja það, ég er náttúrulega spenntur fyrir þessum myndum. En Doctor Strange myndin. Já, reyndar að ég glemti henni. Já, af því ég held nefnilega það verður eitthvað flip. Það er búin að orðrómur það að Andrew Garfield komi aftur sem Spider-Man, Tobey Maguire kom aftur sem Spider-Man, að þessi fara að leika sem multiverse. Það er náttúrulega algjörst. Já, þannig geta það kynnt X-Men. Það er ruglað. Þú er búin að hugsa þetta leið. Já, þetta er alveg pottið það sem var að gerast. Já, ok. Alveg pottið. Ég er búin að sjá einhver Instagram posta með. Já, það er alveg málum, maður er búin að sjá þetta, sko. Eru þið staðfyrstir í þetta? Nei. Það er búin að vera mikið af rúmur sem er. Já, það er búin mikið. Vá, það er geggjað. Og ég held að við séum að fá, ég var að lesa það, ég held að sé í þeirri mynd, það sem er búin, þetta er náttúrulega orðrómur. Já. Slúður. Þá fáum við nýjan Wolverine. Já. Vá, það er stóri skór að fylla. Það er stór með Hugh Jackman. Algjörlega. En það er bara geggjað. Vá hvað ég er til í það. Fá X-Men. Það er svo geðvikið karakter þar. Og sjá Marvel, gera eitthvað cool með þá. Heldur að þau muni halda í einhverju leikara frá X-Men með Fox? Þeir geta gert á einhverju leiti að þeir ætla að leika sig með multiverse-dótið. Já. Þá getur verið 3 Wolverine karakterar, fattiði. Þannig að við gætum alveg fengið að sjá Hugh Jackman er pottþétt til í það. Heldur það? Já, 100%. Hann sagði það á sín tíma að ef hann hefur verið boðið Avengers þá hann myndi bara
strax grípa það. Já. Þó að hann sé, spoiler fyrir Logan, þó að hann sé dauður, dáinn, þá held ég að hann var alveg til í. Vá, það væri geggjað að fá hann inn í það. Það væri töff, sko. Shit, sko. Sæn mjög, sko. Þetta einu hans uppáhald, sko. Hann líka ofarlega á listanum mínum. Ég svona alltaf meira MCU, en þessar Wolverine myndir og alltaf Logan, þetta bara geggjuð mynd. Og hann varð svo góður alltaf í þessu hlutverki. Hann fullkominn fyrir þetta hlutverk. Það erfitt að ímyndi, þess að hann segja þetta með að fylla stóra, erfitt að fylla þessa skó. Já, erfitt með að sjá einhvern annan vera Wolverine. Ég veit ekki hver það gæti verið, en auðvitað getur maður alltaf komið hann á óvart, sko. Ég vil meina það, leynivottnið við Hugh Jackman sem Wolverine og ástæðan fyrir hann svona flottur sem Wolverine og þú talar svona vel hann og er bara hver að gera þetta. Það því að Hugh Jackman ógeðslega góður leikari. Já, hann það. Hann það. Og mér svo geggjað sem hann, bara svo fullt af myndum á honum. Svo sjáum við kannski eitthvað viðtal við hann, þar sem hann bara alvöru Hugh Jackman. Hann ekki líkur neinum. Nei. Hann bara ekki líkur neinum. Virkar svo mikið down to earth gæi, ógeðslega fín. Ég bara dæmið það hversu góður leikari hann hann leikur hérna Wolverine bara hrikalega gæja. Síðan bara í næstu mynd bara Greatest Showman, bara syngjandi og dansandi, sko. Hann kann það líka. Hann kann það. Og hann kemur úr þeim geirann alltaf, sko. Þannig að hann magnaður, sko. Þannig að þú þarft ekkert að fá okkur sem að fara að leika Wolverine. Ég held að fáum nýjan. Hann þarf að vera helviti góður leikari. Mjög góður leikari. En ég samt saknaði, við fengum alltaf að sjá hann í búning. Nei. Já, þú meinar. Þá er það alvöru. Ekki það gula. Leður drastlið hann í fyrstu X-Men. Ég er það gula. Bara þann. Með eirun eða þetta, fattið, grímuna. Ég vil það. Heldur að það getur virkað? 100%. Við erum með grímuna þarna líka við, sko. Já, nákvæmlega, bara svona gríma. Að ég segi, eftir að þeir gerðu Guardians og fólk keypti talandi þvottabjörn og tré þá getur þú sett Wolverine í gula galla. Góðu punktur. Í alvöru tala. Þú veist, þeir eru búin að gera ótrúlega hluti og við, áhörundur, við erum búin að vera með þeim allan tíman. Hvað held að vera eitthvað skrítið að sé Wolverine í búninu sinni? Ég held að verði Ég held að vera allt oflott, sko. Það mjög góða punktur. Þegar þú segir þetta með talandi trí og talandi þvottabjörn, þá ætti maður að geta samþykkt helvítið mikið. Já, og þeir tókum þess að karakter þar, Guardians. Ég lest þeim sögur. Ég vissi ekki hvað karakter þú voru. Já, nákvæmlega. Þeir bara tóku upp þarna bara einhverja rosalega óþekkta teiknimyndasögu sem þeir voru bara að byrja að gera bara eitthvað 2006, 2010 eða eitthvað. Og þeir höfðu ekki réttin að allir hinum. Það ákveðu bara, heyrðu, við tökum þetta bara og við gerum þetta af einhverju geggjuðu konsepti sem að þeir síðan gerðu. Þess vegna kemur þetta rosalega svona, þessi mikla trú á Marvel að þeir geta gert hvað sem er. Þeir tóku hérna Guardians of the Galaxy sem að enginn þekkti og gerðu þetta bara, þetta eru nummer 1, hún ætti að vera hjá flestum á top 3 listanum MCU myndir, sko. Mín persónulega samt nummer 1 er Winter Soldier. Já, hún eins og ég var að segja á hann með persónu best og hver svona best, hún tæknilega sé besti sögurþráðurinn og best skrif og þannig myndi ég segja, sko. Mér veist líka bara þessi bræður, svo bræður, þessi gerðu sérna Infinity War, gerðu Civil War náttúrulega líka og svo Endgame og Infinity War. Mér finnst þið snillingar, bara svona snillingar, að þeir koma að neinn, gera Winter Soldier, þeir voru heldur þekktastir fyrir bara eitthvað svona grínþætti eða eitthvað. Þeir voru hérna, hvað þetta er? Þættinir. Arrested Development. Einmitt. Þeir voru í því og þeir voru teknir hérna inn en ég held að lykillinn með það að þeir sem krakkar, þeir voru bara lifðu fyrir ofurhetjur og þeir sögðu það í mörgum viðtölum bara Spiderman, við lifðum fyrir Spiderman og ég held að það sé alveg lykillinn og það skíndóldi í gegn í þessum sögum að þeir hafa alltaf haft mikinn áhuga á ofurhetjum bara. Þetta ekkert bara einhverju leikstjórar sem komu inn bara, já, við getum alveg gert ofurhetjumynd. Þeir vildu koma inn og þeir vildu gera ofurhetjumyndir. Algjörlega, ég er sammála, Ástriðan, hún skín í gegn. En þess að ég var svo ánægður að sjá hvað með gott auga fyrir hasar. Besti hasarn í Marvel-myndunum í þeirra myndum. Finnst mér. Já, bara sjá þessar myndir sem voru það nefna, sko. Þetta er svakalega. Og þeir líka ná að gera alls konar, því í Winter Soldier, þetta var meira svona hjartengdari hasar. Það geggjaði bílæltingilegur í þeirra mynd. Svo fara út í Infinity War. Ég var svo spenntur að sjá, hvað er þeir að gera með eitthvað CGI-karta. Það er svona geggja, eins og þegar Thanos lemur Hulk
í byrjun á Infinity War. Shit. Þú veist, það geggja slagsmálaður. Samt er þetta bara pixlar að berjast. Ég veit það. Klart, sko. Þú þarft að hafa talent fyrir þessu. Já, 100%, sko. Og ég meina, þeir eiga líklega bestu bardagaatriðin í Marvel heiminum. Ég meina, þeir eiga líka flugvallaratriði í Civil War og eiga síðan alltaf líka endaslægin í Endgame og eiga alltaf líka bardagan þeir eru í Wakanda í Infinity War og líka á Titan á sama tíma og hvernig þeir svona fléttuðu það saman. Vá, maður. Titan-atriði, þegar Thanos er að berast við Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, Star-Lord og þeir. Ég held að það sé uppáhalds mér fannst ég vera að lesa termsu í því atriði og þegar allir einhvern veginn á móti Thanos fannst þetta svo, ég er að fara að horfa að Infinity War bara helgina og Endgame. Ég ákveði með þetta að horfa hann í gær bara því að ég man kom, hann var ógeðslega góð. Ég þurfti bara að sjá hann eða þetta er geðveitt atrið. Já, þetta er klikkað atrið. Þú veist, það er bara spennandi, það er töff, þeir ná að nýta alla overtjú kraftana hjá allir þessum karakterum sem ég náttúrulega bara, ef ekki setja hana bara á skjáin. Já, það væri hóttur. Nei, svo er líka bara svo margar tilfinningar í þessu atrið, eins og þeir eru að ná, ef maður er að spoila eitthvað, þeir eru að ná hanskunum af honum, þegar hann Star-Lord einmitt bara, hann klikkar aðeins. En þú samt keyptir það, þeir eru búin að setja þetta upp. Þannig að þegar þetta gerist, þá var ég bara tjús kjánu varstu, í staðan verið að segja hvað er í gangi? Þetta er kjafta, ég trúi þess ekki. Þannig að það er mjög mikil fagmennska á bak þessum myndir. En nú sagði Martin Scorsese, frægi leiksturinn, hann sagði að þetta væri ekki cinema. Já, hann er rétt. Hvað segir við því? Hann má segja það. Þetta er skemmtanagildið það sem er nummer 1, 2 og 3 fyrir mér og þetta er bara að gefa mér rosalega skemmtun og þetta er ekkert Godfather myndir, þetta er ekkert jafnvel skrifað eða eitthvað þannig, en þetta er bara þessar myndir er gerðar fyrir skemmtanagildið og ég meina, það hefur verið ofurýtumynd sem hefur verið, Black Panther var tilnefnd til Óskarsins sem ég ástæði það fáránlegt. Já, það var ekki fannst hún góð? Hún var ekki betri en Infinity War. Fannst þetta skemmtileg mynd? Hún var bara fín, ekki meira. Nei, mér leiddist. Já, og en já, ég meina, það hafa verið leikarar úr ofurýtumyndum eins og Heath Ledger sem hefur verið tilnefndur til Óskarsins líka og auðvitað vann. Hann má segja þetta með að þetta sé ekki í cinema, mér geti ekki verið með það sama, ég hef ógeðslega gaman að þessu. Er búið að staðfesta þessar bræður í eitthvað af næstu myndum? Þeir eru búin að segja að ef þeir koma aftur, þá vilja þeir gera Secret Wars sem er svona geggjuð teiknimyndasaga úr Marvel. Ég held að þeir séu bara núna að hvíla sig. Þetta er fáránleg vinna að gera 2 risa með ímyndu ykkur pressuna. Allir í heiminum er að býða þessu myndum. Ég alveg tala. Ég veit ekki um það alveg, ég hafði ekki miklu að trúa að þetta myndi takast til það. Með alla þessa karaktera, nálega það virka. Það er ekkert eins og þeir hafa verið bara í fríi frá 2010, þeir náttúrulega gerðu Winter Soldier 2014 og Civil War 2016 og fóru síðan beint í þessar stóru myndir, sko. Þannig að það er fannar bróðið þeirra. Já, það minnur svo mikið. Já, þetta er ógeðslega spennandi tímar og ef ég hefði fengið þessu myndi því að ég var krakki, það hefði bara liðið yfir mig, sko. Mér er þóttu bara svo geðveikt. Krakka viti hvað hann hafa gott í dag og alveg stuff þessar myndir. Þetta er svo litli frændi minn, hann þekkir ekkert annað. Nei, nákvæmlega. Fatti, hann er bara vanur að sjá Hulk með Iron Man og þeir eru bara vinir og Thor þarna og eitthvað. Ég hef bara dreipið fyrir þetta. Þú náttúrulega sást þetta bara þegar þú varst yngri bara í náttúrulega teiknimyndablöðunum. Já. Og kannski sást það fyrir á Quidditch-aldri, en þú hugsaði kannski aldrei að þetta myndi actually gerast. Nei, aldrei. Og líka því þú þarft bara svo svakari talent á baka kamerunar og fyrir framann. Það er mjög spennandi. Aðeins í lokin, og mjög gaman að kjafta ykkur strókar. Já, sömuleiðis. Ofurkraftar. Nú væri ég að spyrja ykkur, að þið að gera ofurutju bók. Ef þið getur valið ykkur ofurutju kraft til þess að vera með, hvað þú velja, Úlfar? Já, góð spurning. Sko, þú hlýtur að pælti í þessu. Já, ég pælti í þessu vel, sko. Það er mikið að ég var að pæla í tímaflakki. Þá get ég sé hvernig leikirnir fara svo aftur tilbaka og veðja það.
Já, kannski taka fram að þú ert mikill Liverpool-maður. Nákvæmlega. Ég myndi ekki bara velja að fljúga. Það er eitthvað spennandi við. Ég er svo lofthræddur sjálfur, þannig að þetta er góð leið til þess að takast á við það. Fljúga? Já, ég hugsa það. Góður kraftur? Já. En þú? Ég var einmitt að hugsa þetta núna. Hausinum ég fór strax í bara fljúga eða eitthvað þannig. En vá, Dr. Strange kraftanir. Af hverju bara ætti ekki... Viltu vera galdrakall? Bara, já, basically, bara vera með þá krafta. Þá get ég líka flogið og ég get bara verið bara, heyrðu, ég held með þessi, ef ég hef mér Þú ert að svindlaðist núna. Alla saman bara. Þú mátt ekki hafa Infinity hanskan og allt. Ef það er svona þyrfti að vera einfalt, þá líklega, kannski fljúga eða þá, hvað kallast það, svona fara inn á einu stað og koma bara inn á svona teleporta, sko. Já, ég verð til það. Já, það er svona jumper. Já, einmitt. Það er líka þyrfti maður ekkert endilega að nota þessum ofritum að bara, heyrðu, ég ætla að fara að Hawaii bara í smá stund. Þetta þyrfti að vera eitthvað svona praktist líka. Já, nefnilega. Þú veist að fljúga, það er það þægilegt. En þú fengir samt ekkert ofur hraða líka. Já, þú meinar. Þú er bara að fljúga á 10 km hraða. Þú er bara skrítið gæðið að fljúga Þú ert ekkert Superman. Nei. Bara að bakka með þetta. Já, þá þarf ég að bakka. Þá tjekka ég bara hvernig leikurinn á morgun fer. Já, ég skilji, tímaflag. Herru, bara segja fólki hvað það getur keypt bækurnar. Þetta er nokkar búðir. Hagkaup, Heimkaup, Fjarðakaup, Nexus, er ég að gleyma, Eymundsson líka. Já, þannig að þetta eru flotti stæðir. Þetta er allur hagnaður okkar í 200 fyrir til barnaspíllararhingsins og þetta er gert fyrir barnaspíllararhingsins og krakkan litlu ofurheitinnar þar. Já, þetta er geggjað okkur strákar og ég er bara ógeðslega ánægður með þessa bók. Hlakka til að lesa númer 2 ef að þið ná að samfara fannar að teikna allt þetta dót fyrir hana. Bara takk hérlega fyrir komuna. Takk hérlega fyrir okkur. Takk hérlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálp mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka